Flugvélin hans afa. Það hljómar eins og gullnáma, það ekki? Af hverju ekki? Gamlar trésmíðaborð voru gerðar af alúð, en ef þau stóðu í óviðeigandi umhverfi í áratugi, þá var þeim þessi handverk ekki til gagns. Ýmsir skaðvaldar, þar á meðal mannlegir, hafa því miður haft áhrif á heilsu þeirra. Slíkur hlutur og skilið endurnýjun, jafnvel þótt hann sé bara til skrauts. Jæja, en á meðan þurfum við að vinna, svo það er ekkert annað í boði en að fá nýtt hobby. Og núna ætla ég að sýna ykkur nokkuð þeirra. Svo þetta eru þessar fegurðardísir, en ef þið viljið líka koma fram við þær eins og skaðvalda, þá mun einhver ódýr vesalingur frá asískri framleiðslu nægja ykkur. Gæði hennar segja til það að asíbúar vinna enn með ánægju. Á gólfinu sem hefur vissulega heilsufarslegan ávinning fyrir þá, en hefðina við framleiðslu á klassískum hoppum, eins og við þekkjum þær, geta þeir bara látið sig dreyma. Hins vegar er Tékkland þekkt fyrir framleiðslu á hoppum og fyrirtæki sem sinna því flytja út allan heim. Hjá Unimax-mann er boðið upp á hoppur og vinnuborð frá merkinu Ramia, þar á meðal ýmis fylgihlutir. Þannig að ef þörf krefur, geturðu útbúið hoppur þínar með fleiri hagnýtum þáttum, eins og geymslurými, hraðfærum snældum eða ýmsum hjálpartækjum fyrir örugga og varfærna festingu. Til að sýna hversu breytt úrval Unimax hefur í boði af hoppum og trésmíðavinnuborðum valdi í 3. Nokkuð ólíka gerðir, þar sem munurinn, vona ég, er augljós við fyrstu sýn. Öll borðin koma í flötum kössum. Massífur beiki er ansi þungur, svo ég kunni að meta með höndlunartæknina frá Unimax, sem hefur þjónað mig vel í nokkuð tíma. Bæði vagninn og kerru með vökvalyftu koma í stað annars manns. Án hans gæti ég ekki stjórna. 100 kíló af pakkanum. En aftur að vinnuborðu. Vinnuborðið kemur í heilu lagi, en þú þarft að setja saman undirbygginguna úr einstökum hlutum. Samsetningaferlið er það sama fyrir öll borðin. Fyrst eru hliðarammar límdir saman á pinnum og síðan eru þeir tengdir með massífum langböndum, með skrúfum. Pinnarnir hafa hér aðeins afmörkunarhlutverk, svo þeir eru ekki límdir. Þú getur sett langböndin í 2 mismunandi hæðir eftir því hvort þú vilt setja geymsluskáp undir vinnuborðið, eða ekki. Ég mæli með því af eigin reynslu, því þannig nýtist rýmið undir borðum. Og skynsamlegan hátt. Af faglegum borðum valdi ég Líkanit Pro, að 1 undir nafninu, Premium 1. Þetta það bil 2 metra og næstum 90 kílóa vinnuborð minnir mér mest á hefðbundið trésmíðaborð. Af hverju? Vegna þess að ólíkt öllum öðrum faglegum borðum frá Ramia nota það klassíska. Ferkantala, pinnana. Ef þú átt gamalt trésmíðaborð heima, er líklegt að þau verði samhæfð. Í dag eru hins vegar algengari sívalli pinnar, því þeir hafa nokkra óumdeilanlega kosti. Einstöku faglegu módelin eru mismunandi meðal annars í þykkt borðplötuna, sem í þessu tilfelli tæplega 40 mm á meðan til dæmis í hámarksmódelinu Superb er það 2-falt meira. Með einni undantekningu eru borðin í seríunni fyrir klassískan afturvagn. Aðeins Premium Star módel hefur á hliðinni svipaðan skrúfstykki eins og að framan, sem lausn sem dæmigerð fyrir hobby-seríuna. Hefðbundna framhliða skrúfstykki með opnun allt að 240 mm er hægt að bæta við aukagjaldi með hraðlósunarspindli Quick Release með sömu getu. Með einni snúningu rangsælis losar hnepuna og þú getur dregið út eða sett inn spindilinn og herðingi virkir með því að snúa réttsælis. Þú snýr því einn hring á nokkura spennu og svo getur þú heft það. Hjá Premium 1 vinnubekknum þarftu að vera svolítið skapandi því að uppbygging hraðklemmunnar passar ekki alveg við undirstöðuna sem þarf að færa lítillega og fjarlægja aftari málplötuna úr klemmunni. En setji læsingarfótana aftur á leiðarstöngina. Þeir virka nefnilega sem stöðvar til að koma í veg fyrir að spindillinn sé dreginn alveg út. Gott viðbót er eitt af skápunum sem passa í alla borða úr atvinnulínunni. Ég valdi lokaragerð með skúfum. Frá ódýrari útgáfunni er hann til dæmis frábrugðinn því að skrokkurinn er vissulega einnig úr spónaplötum, en í staðinn fyrir filmu er hann klæddur með alvöru beiki. Þannig passar hann fullkomlega við vinnubekki. Annars, fyrir 2 stykki af klemmum sem eru venjulega meðfylgjandi, geturðu keypt fleiri ef þörf krefur. Þau eru ekki seld í pörum. Annað fylgihlutir eru alhliða og hægt að nota með öllum vinnubekkjum og vinnuborðum. Þetta á við korkvarnir fyrir viðkvæma vinnustykki eða á hinn bóginn álvarnir fyrir brúnir vinnudagsins þegar verið er að klemma málm eða aðra harða hluti.
Ég myndi ekki mæla með þessu fyrir hefðbundna trésmíðabekki, en fyrir aðra vinnuborð frá Ramia geturðu með hjálp alhliða festinga fest lásasmiðsklemmu við vinnuborðið eða venda borðið með þykku málmplötu sem þjóna sem steðji. Í áhugamannaflokknum hagkvæmasta vinnuborðið Advanced, sérstaklega útgáfan með vinnuborði, sem 1,5 metri að lengd. Í boði einnig 2 aðrar útgáfur, en allar hafa þær sama undirlag. Í samanburði við fagmanna vinnuborð myndu örugglega taka eftir. Munum, fyrst og fremst borðið mjóra því það skortir geymslur henni. Þykktin aðeins, 30 mm. Það vantar einnig hefðbundna aftari vagnin sem skipt út fyrir skrúfstykki eins og það sem að framan. En það samt heiðarlegt borð, sem vegur næstum 50 kíló. Til að festa vinnustykki notaði sívalir klemmur á samt 2 skrúfstykki, sem í hobbyútgáfinni skortir möguleika á hæðastillingu og fullkominni innfættingu. Þú getur því ekki heflað eða slípað þunn vinnustykki án takmarkana. Á hinn bóginn getur við sett klemmurnar í götu í undirstöðunni og fengið þannig stuðning við að festa stærri plötur sem flestir atvinnumódelar hafa ekki. Einnig einfaldur hilla á undirstöðunni, einkarétt fyrir áhugamannahöfborð. Hægt að opna skrúfstykkinum 155 mm. Við hliðina á alhliða fylgihlutum 2 gerðir af skápum í boði fyrir áhugamannaborð. Líkt og í atvinnulínunni sumir afhentir samsettir og aðrir í sundur. Ég valdi ódýrari kostin með opnum hillu og svo beið mín samsetningin. Skápurinn aftursettur á burðarbitana undir undirstöðunni sem þarf að festa í neðri stöðu. Á staðnum hann teygður með 2 skrúfum. Og síðasta stykkið vinnubekkur fyrir börn framleiddur í 2 stærðum. Ég með styttri, metraútgáfuna hér, hæðin sú sama fyrir báðar og stillanleg á bilinu 620 til 770 millimetrar. Að minnsta kosti fræðilega séð, því vegna óhugsandi hönnunar, ekki hægt að nota suma stöður. Að minnsta kosti valfrjáls aukabúnaður, teikniborð, sem hægt að setja í göt fyrir festingar á vinnuborðinu. Að lokum verð ég að viðurkenna að ég var svolítið pirraður við samsetninguna. Framleiðandinn gæti unnið að sumum smáatriðum og gæðum leiðbeiningana. Samkvæmt umsögnum notenda betra að skipta meðfylgjandi lími út fyrir hágæða viðarlínu í flokki 3 eða 4. Og út frá eigin reynslu myndi ég líklega mæla með pólíúretani. Fyrir vandaða límingu kemst þú ekki af, án almennilegra klemmna. En annars tilfinningin fyrir vinnslunni og styrkleikanum mjög góð og með réttri meðferð og viðhaldi getur við skilið eftir slíka vinnuborð fyrir nokkra kynslóðir afkomenda þinna. Í næsta myndbandi mun ég því sýna þér hvernig á að sjá vinnuborði og hvernig á að bæta þau til að þau hafi enn meiri notagildi. Að lokum vil ég segja að það gleður mig alltaf þegar Unimax stækkar úrval sitt með einhverjum gæðavörum og í þessu tilfelli einnig teknískum vörum. Láttu það því þjóna þér.